Góðan daginn, gott fólk. Ég vona að allir heyri í mér. Við skulum þá byrja þetta námskeið. Í dag ætlum við að fara yfir fjárhagsáætlun 2, vinnubækur. Seinustu viku að fara yfir fjárhagsáætlun 1 sem voru fjölluð rammaáætlanir og þetta er svona í framhaldi af því. Sem sé, á þessu námskeiði förum við yfir hvernig við búum til vinnubækur og hvernig vinnubækur eru þá sendar til forstöðumanna, lesnar út og lesnar inn í kerfið aftur og uppfærðar svo síðan í fjárhagsáætlun. Einnig ætlum við að minnast á flýtilykla sem við hefur svona tekið einn eða tvo flýtilykla fyrir í hvert skipti og í dag tökum við fyrir flýtilyklana Ctrl+Shift+E og Ctrl+Shift+K sem er í svo til sama flokki og þetta eru flýtilyklar til að breyta á listasíðum. Listasíðurnar eru eiginlega tvenns konar, annars vegar er að listi yfir til dæmis viðskiptamenn þar sem að viðskiptamannaspjald er á bakvið og þá birtist breytatakki og þá er notað Ctrl+Shift+E til að breyta og þá opnast spjaldið fyrir viðskiptamenn til dæmis. Hins vegar eru listar sem hafa ekki spjald á bak við sig eins og listi yfir fjárhagsfærslubækur og þá í raun og veru opna það bara línurnar fyrir breytingum. Þannig að þetta eru mismunandi eftir í hvers konar gögn er á bakvið, lista bakvið. Þá skulum við snúa okkur að fjárhagsáætluna dæminu. Hér er búið að stofna fjárhagsáætlun og það var þá gert, það er hægt að gera það til dæmis út frá rammaáætlun eins og var farið í síðast. Síðan er einnig hægt að búa til fjárhagsáætlun út frá annarri fjárhagsáætlun með því að afrita og síðan er hægt að lesa inn fjárhagsáætlun úr Excel. Sem sé að skiptir í raun og veru ekki máli hvaðan fjárhagsáætlunin kemur inn í kerfið að vinnubækurnar geta unnið á hvað sem er. Þá skulum við fara bara inn í kerfið og skulum kannski bakka aðeins hér. Hérna erum við í fjárhagsáætlun og þá eru vinnubækurnar hér. Rammaáætlun tókum við fyrir síðast og síðan förum við inn í vinnubækur núna. Kannski eitt sem við ætlum að nefna áður og það er hérna í uppsetningu að í uppsetningunni fyrir árið sem er verið að vinna með, þar eru vinnusvæði fyrir vinnubækur og það þarf að fylla það út hér. Og þegar búin eru til Excel-skjöl fyrir vinnubækur að þá vistast þau á þessu svæði hér. Síðan þegar þau eru lesin inn aftur að þá eru þau flutt og geymt á afgreiðsvæðinu. Þannig að hafa þetta aðeins í huga. Nú skulum bara fara hérna inn í vinnubækur.
Hérna kemur listin yfir vinnubækurnar sem eru í gangi og hafa verið stofnaðar með afmörkun þar sem að bókunardagsetningin er tóm. Þessi það birtast bara vinnubækur sem ekki er búið að bóka. En að sjálfsögðu er þetta að fara og taka afmörkunina af til þess að fá allar vinnubækur og fara að skoða gamlar bókaðar vinnubækur. Nú, ef við förum í að stofna vinnubækur, þá er það gert hér. Það er einnig hægt að gera það úr línuspjaldinu sjálfu. En hérna er valmynd sem maður getur valið. Og fyrst er það náttúrulega áætlunin, hvaða áætlun á að gera vinnubækur úr. Og hér er bara listi yfir þær áætlanir sem eru. Síðan er tegund vinnubókar og þær eru þrenns konar mögulegar. Þessi fyrsta lagi er að deildir, það eru fjárhagslyklar og það er deildar afmörkun. Þegar við veljum deildir að þá gerir kerfið eina vinnubók per deild. Þegar við gerum þessi deildar afmörkun og það er þá meira stílað inn á kannski efnahagsvinnubækur en það er í lagi að nota það fyrir rekstrarvinnubækur og þá gerir hún eina vinnubók fyrir afmörkunina sem er sett inn. Ef við segjum að gera eina vinnubók fyrir alla grunnskóla að þá veljum maður bara afmörkun frá kannski 0420 til 0430 eða 300 og þá tekur hún allar deildir sem er á því bili, setur inn í eina vinnubók. Síðan er það fjárhagslyklar og þá notar maður hér fjárhagslykla afmörkun og þá getur maður tekið fyrir einn eða fleiri fjárhagslykla, kannski best að gera að taka bara einn í einu og síðan breyta honum eða fá hann í vinnubók fyrir allar deildir. Þegar maður ætlar að skoða tryggingar og þá getur maður að skoða tryggingarlykilinn þvert á allar deildir. En algengast er að nota deildir og síðan eru hérna uppruna valkostir, það á reyndar bara við ef það er efnahagsbók og þá er hægt að fá allar færslur, þessi allar áætlunarfærslur sem eru þá í efnahagnum. Síðan eru hérna upphafsfærslur eða upprunafærslur og það er þá byrjunarfærslur efnahags sem sé staða fyrsta og síðan er hægt að velja bara þá breytingafærslur. Þá sleppur hún upphafsfærslum og tekur allar aðrar færslur sem sé hvaða breytingar hafa orðið á upphafsfærslunum á árinu. En þetta á eingöngu við efnahagslykla. Nú, síðan er þetta þá að velja hvaða málaflokksdeild við viljum fá. Við þurfum að velja hvort við ætlum að fá rekstrardeildir eða efnahagsdeildir. Við viljum ekki blanda þeim saman í bók. Og síðan er hægt að setja hérna eina deild eða allar deildir. Með því að setja ekki neitt hér þá býr hún til eina bók fyrir allar deildir sem að hafa einhverja áætlun á sér.
gleymdi væntanlega þessu hér, vinnsluvalkosti. Hérna getur þú valið hvort þú ætlar að bara fá áætlunarfærslurnar sem er í áætluninni. Hérna getur þú valið að fá alla fjárhagslykla, hvort sem þeir eru með áætlun eða ekki áætlun, og þá kemur 0 ef þeir eru ekki með áætlun. Síðan getur þú einnig fengið þá fjárhagslykla sem eru með hreyfingar á árinu en eru ekki til í áætlun. Þetta er ágætt að nota í kannski lokin til þess að fullvissa sig að maður sé ekki að gleyma að áætla á einhverja fjárhagslykla sem að hafa þá hreyfingar á árinu. Nú, þegar búið er að fylla þetta út og þá bara að setja í lagi og þá stofnast þá vinnubækur samkvæmt þessu og birtast hér þá í þessu lista. Og hérna sjáum við bara vinnubókanúmer sem að bara númerast upp. Hérna er tegundin vinnubókar, hér er deild, hérna er fjárhagslykla afmörkun og svo deildanúmerið, eðlilega engin hér. Bókarslykla afmörkunin, heitið, svo fjárhagsáætlun sem er unnið út frá. Síðan þegar búin er til Excel-skjöl að þá kemur hérna dagsetning. Hvenær það er búið til. Síðan ef það er lesið inn aftur, þá kemur dagsetningin hvenær það var lesið inn. Og síðan þegar maður uppfærir eða bókar vinnubókina eftir breytingar, að þá kemur dagsetning hér og þá hætta þær að birtast sjálfgefið hérna í þessu lista. En það er alltaf hægt að kalla það fram eins og áður sagði. Nú, bækurnar geta litið út á þennan hátt. Annars vegar ef þetta er ársáætlun og hins vegar ef þetta er mánaðaráætlun. Þá líta þær talsvert öðruvísi út. Skulum fyrst skoða hvernig vinnubók sem er ársáætlun lítur út. Veljum hérna bæðiskrifstofuna og förum í línur. Og þá komum bara upplýsingar hér. Og síðan kemur hérna bókunardagsling og ársáætlun er yfirleitt sett á 1.1. ársins. Síðan er hérna þessi reikningsnúmerið og heitið á fjárhagslyklinum. Síðan ef að upphæð sem er lögð til grundvallar, þá kemur upphæðin úr henni sem er greinilega ekki gert hér. Þetta er staðan í bókhaldinu og hægt er að skoða í sjálfu sér þær færslur sem liggja þar á bakvið. Síðan er upphæð áætlunar og það er þá áætlunarlínurnar sem eru á bakvið þessa sömu upphæð. Og upphæð þegar hún var stofnuð og það er nauðsynlegt að vera vakandi við því að þessi og þessi tala sé sú sama. Því ef að hún er ekki sú sama eins og til dæmis í þessari hér línu, þá hefur verið átt við áætlunina eftir að vinnubókin var gerð. Þannig að breyting sem verður hér, að hún
passar ekki við þetta hér. Ef við skoðum hér, þá er þetta upprunalega færslan sem var til þegar vinnubókin var gerð. Síðan hefur viðbót verið sett inn eftir hún var stofnuð upp á 150.000 og þar með rugglast samtalstala hér. Og þannig að annarkvort er þá að henda út þessari færslu hér því að hún á ekki að vera. Og setja síðan breytinguna hér inn. Nú, annað sem að ég ætlaði að nefna en glemdi, sem aðeins labba tilbaka, fara hér og fara aftur hérna í uppsetninguna og hér er þetta kallaðir ritvarðir fjárhagslyklar. Hérna er hægt að segja að ákveðnir lyklar í vinnubók og í Excel-skjölunum verði ritvarðir. Því að notandinn getur ekki breytt, forstöðumenn getur ekki breytt þessum lyklum. Og hérna þegar við búum til Excel-skjöl, þá getum við líka haka og sagt við viljum ekki setja sem sé ritvarða lykla í Excel-skjalið. Og ef við förum þá aftur í vinnubækur. Og ef við til dæmis tökum lykil hér og ætlum að breyta hér, og þá segir hún það má ekki breyta upphæðum á lykli sem skilgreindir hafa verið ritvarðir. Nú, það er hægt að komast fram hjá þessu ef viljinn er fyrir hendi og þá er hægt að breyta þessu hér. En þá er það mjög meðvitað að menn geri það. Annað mál sem að þarf að hafa í huga er að færslurnar í fjárhagsáætluninni að þær hafa allar upprunamerkingu. Hér er veitur sem að heitir uppruni og hér er hann tómur sem þýðir að fjárhagsfærslan sem kemur inn, fjárhagsáætlunarfærslan sem kemur þarna inn, að hún kemur ekki úr neinu kerfi. Hún hefur lesin beint inn úr Excel eða slegin beint inn í fjárhagsáætlunum slíka. Hún kemur ekki úr vinnubók, hún kemur ekki frá rammaáætlun og ekki úr launaáætlunarkerfinu, hún kemur ekki úr skuldabréfadæminu, hún kemur ekki úr eignakerfinu og svo framvegis. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta er að ef þið setjið breytingu inn á færslu sem að kemur til dæmis úr launaáætlunum eða úr skuldabréfakerfinu, að þá uppfærast þær ekki í fjárhagsáætlun. Sem sé að fjárhagsáætlunarfærsla sem hefur uppruna
er rétthærri heldur en það sem kemur úr vinnubók. Og þýðir í raun og veru að þú getur aðeins breytt, sem sé til dæmis, launa áætlanafærslum, eða færslum í fjárbókhaldinu sem að koma frá launa áætlun. Þú getur aðeins breytt þeim með því að breyta launa áætlunni og uppfæra. Eða sem kemur úr skuldabréfakerfinu, að þú breytir hlutunum í skuldabréfakerfinu eða skuldabréfa áætlana hlutunum og uppfærir þaðan. Og þetta er gert til þess að það sé samræmi á milli undir kerfisins og aðalkerfisins. Þessi ef að fjárhagsáætlanirnar, færslunar er aðalkerfið, að þá eru millifærslur og launaáætlun og fjárfestingaáætlun og allt þetta, að þetta eru þá undirkerfi og það er eingöngu hægt að breyta í gegnum það. Þannig að til þess síðan við lokum þessu aðeins, þá getum við búið til Excel-skjöl fyrir vinnubók til þess að senda til dæmis til forstofumanna og þeir síðan breyta skjölunum og síðan eru þau lesinir aftur. Kerfið geymir hvar skjalið er staðsett og heitið á staðsengin á skjalinu er hér og þegar þið lesið inn skjalið aftur þá leitar hún að skjalinu hér og ef það er ekki til hér þá lesur hún ekkert inn. Þannig að þetta er svokallaða vinnusvæði, það sem þið búið til Excel-skjölin, þið flytjið Excel-skjölin til viðkomandi forstofumanna og síðan þegar þeir hafa breytt skjölunum að þá skila þau aftur inn á vinnusvæðið undir sama heiti og kerfið getur lesið það inn. Og vinnuskjalið, opnum skjal, lítur þá svona út sem að forstofumaðurinn fær. Nú, hér gerir hann breytingar í þennan dálk. Hér kemur orðið sleppa ef þetta er ritari. Hann getur breytt sjálfur sér, ekkert sem hindrar það. En þessi lína verður ekki lesin inn af því að hún er merkt sleppa. Síðan getur viðkomandi sett inn texta, skýringar á hverju breytingin er gerð og hún er lesin síðan inn. Þetta skjal hér er búið að lesa inn, eins og sjáið, og þá koma skýringarna sem þetta eru í Excel-skjalið inn. Nú, hér sé samtalsbreytingin og heildarniðurstaðan og þegar sá sem sér vinnubækurnar, fjármálastjóri eða ykkur, er sáttur við þær breytingar sem að viðkomandi hefur gert, þetta er í lagi og þetta sé innan marka, innan ramma og skýringarnir eru viðhlíðallandi, að þá í raun og veru er farið í að bóka vinnubók
í hérna áætlun eða uppfæra áætlunina. Og þá merkist bókuð og þegar hún búið að bókana að þá er raun og veru ekkert því til fyrirstöðu að gera aftur vinnubók fyrir sömu deild, breyta henni og uppfæra aftur. Það er í sjálfsagt að gera það eins oft og hægt er, en ef að það er til óbókuð vinnubók að þá segir hún nei, það er ekki hægt að gera vinnubók fyrir þessu deild því það er þegar til vinnubók sem ekki búið að ráðfæra. Þannig að hún passar upp á það að maður sé ekki að gera, sé ekki með 2 vinnubókur fyrir sömu deild á sama tíma. Ok, ég myndist á annað útlit á vinnubók og það er ef það er mánaðaráætlun, vinnubók fyrir mánaðaráætlun, að þá lítur hún svona út. Þá koma hver mánuð, dreifingin og ársáætlunin hér, síðan ef ykkur setur ykkur tölu hér inn, að þá kemur mismunurinn hér. Þannig að þetta er svona stóri mismunur og mánaðaráætlunin er oftast gerð í raun og veru þegar menn er búin að dreifa ársáætluninni niður á mánuði og vilja gefa forstöðumönnum kost á að breyta eða laga dreifinguna á milli mánaða, að þá er þetta vinnubókin sem er notuð til þess. Og hér er hægt að gera jafna dreifingu á línur ef menn vilja segja ok, gera hérna dreifingu á þessa línu. Nú hérna held ég sé búin svona að fara yfir vinnubækurnar á mestu leyti. Vona að þið hafið náð allavega grunnþáttunum í þessu og og segi bara takk fyrir og segi bless.